En í afturelding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu en þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða hans, sneru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar, skyggndist inn og sá þar líkklæðin ein. Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki og hann sagði við þá: Hvað er það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann: Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði: Hvað þá? Þeir svöruðu: Þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstuprestur og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sýn sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá: Skilningslausu menn, svo tregir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlægði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu: Vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við, hann sat til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum.
og þeir sögðu hvor við annan: Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þau með þeim voru saman komin, en þau sögðu: Sannarlega drottinn upprisin og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þau: Friður sé með yður. En þau skelfdust og urðu hrædd og hugðust sjá anda. Hann sagði við þau: Hví eru þið óttaslegin og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta ykkar? Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur. Þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þið sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Enn gátu þau ekki trúað fyrir fögnuði og undrun. Þá sagði hann við þau: Hafið þið hér nokkuð til matar? Þau fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þau: Meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur: Allt sem ritað mig í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau: Svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið eruð vottar þessa. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur, en verið kyrr í borginni uns þið íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þau fjallu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð.